Góðan daginn og bara gaman að sjá okkur öll. Ég sem sagt Ingibjörn og eins og hann kynnti mig hann Erling. Við ætlum að ræða IoT-byltinguna og svona fyrsta sem við erum að segja það hún mætt. Ég var áðan á fyrirlesningu á Sindi sem talaði hjálpartæki ástarlífsins en við erum líka að ræða hversdagslegu hluti sem eru nú þegar komnir og við kannski áttum okkur ekki endilega á að séu tengd tæki. Við erum að tala tæki eins og ljóseitrarvélin sem tengd og hefur þá samskipti beint við þjónustaðala sem sendir síðan áfyllingu í prentarann. Þessi tæki eru allt kringum okkur. Síðast í gær þá var ég að funda með viðskiptavin og ég sagði við hann, þú ert örugglega með tengd tæki í rekstrinum, þú bara veist það ekki. Eftir 3 mínútur í spjalli þá fundum við 5 tæki sem hann var með fjölda tengdra tækja sem hann kallaði ekki Internet of Things. Þannig að þessi tæki þau eru komin, þau eru farin að vinna fyrir okkur án þess að við sem endalega hugsa það. Að finna klikkarinn minn. Já. Snjallar lausnir. Fyrirtæki að kalla eftir því að við komum snjallar, staðlar lausnir. En það oft erfitt að koma með snjallar lausnir þegar við erum að tala mismunandi fyrirtæki sem eru staðsett á mismunandi staði í rekstri. IoT-verkefni verða oft klaðskerasniðin. Þannig að flest fyrirtæki sem íhuga að tengja tæki sín, þau eru að fara í það vegna þess að þau eru að breyta einhverju eða þau eru að aðlaga sig að nýju hlutum. Það eru kannski lagabreytingar eða ákveðna kröfur sem verða til. Ég ætla að fara aðeins betur í það eftir. Mér langar að segja ykkur frá ákveðnu verkefni sem við höfum verið að skoða, sem við getum kallað hálfstöðlulaust og ég mun tala þetta verkefni svona aftur og aftur. Bílalugur getur núna sett inn lítinn kubb í bílinn hjá sér og tengt hann við ákveðið bílalugakerfi. Þessi kubbur hefur þá sambandi við einhverja skýjaþjónustu sem veitir ákveðnu upplýsingar sem hjálpar fyrirtækinu að þjónusta rekstur sem betur. Þannig getur bílaleigan vitað þegar bílnum skilað inn hvort að það hafi komið högg á bílinn í rekstrinum, hvort að það sé komið tíma á skoðun eða smurningu. Þannig kerfi að vinna fyrir fyrirtækið og hjálpa því að reka bílana sína betur. Í dag eru yfir 40 milljón tengdra tækja á markaðinum. Það fara 84 milljón gagna á hverjum einasta mánuði í gegnum þessar tengingar. Á Íslandi við vorum að leika okkur að því í hádeginu í gær að reyna að telja þessi tæki og við sögðum ok, þau eru ábyggilega 70.000. Ég held hins vegar að þetta sé mjög ónákvæm talning. Ég tel að tækin sem við getum jafnvel tvöfalt fleiri. En þegar við erum að tengja tækin þá þurfum við að huga því hvernig eigi að tengja það. Og þá mikilvægt að horfa á það að það til mismunandi tengileið. Ég nefndi áðan ljóseitrarvélina sem tengt með netkapli. Það einfalt að útskýra af hverju, innviðin til staðar, vírinn til staðar og það einfalt að plugga það inn í. Þá erum við búin að tengja ljóseitrarvélina við netið og getum búið til þjónustuleiðina. Önnur tækni það þráðlaus tækni. Ég á ekki bara við Wi-Fi sendana sem við þekkjum, ég líka tala til dæmis RFID í birgðastjórnun eða radiobíkun í verslunum. Þannig þá getum við staðsett hvernig við erum að labba í búðinni og fylgst með því hvernig viðskiptunum að hegða sér. Þessi tækni á hins vegar einn galla, gallaskildi kalla, það að hún bundin við ákveðin stað. Hún staðbundin. Við getum ekki farið með vöruna út fyrir svæðið af því þá hún ekki í sambandi við móttakarann. Gervihnattatengingar eða gervitungl eru svona nýleið sem að komast inn í þessa IoT-tækni og þá erum við yfirleitt að ná sambandi við tæki sem eru á svæðum sem erfitt að ná til. Við getum talað út á sjó eða á svæðum eins og upp á fjöllum þar sem við ekki komið hefðbundin fjarskiptamöstur. Farsímakerfið það nýtir núverandi fjarskiptasenda og eitt svona vinsælasta leiðin í dag. Kosturum við hana að tækin eru hreyfanleg. Þú ert alltaf í sambandi þar sem farsímasamband. Ný tækni svo að riðasildarúms sem svona orkusparandi lággagna flutningar. Hins vegar ætla ég að leyfa Kjartan að tala betur það eftir og hoppa bara áfram. En af hverju ætlum við að tengja tæki? Hver pælingin? Sjálfvirkni eina lykil ástæðan fyrir því. Þegar upplýsingar færast í rauntíma til réttra aðila þá getur við tekið betri ákvarðanir.
Við getum tekið réttari ákvarðanir sem eru byggðar á raungögnum í stað þess að byggja það ákvarðana á reynslu eða bestu. Þetta akkúrat spurningi sem ég spurði einn kuna minn í gær. Hann sagði við vitum nákvæmlega hvað að gera. Við tókum mælingarnar yfir ákveðið tímabil, við vigtum hluti, við mældum hversu oft þetta var að vera að tæma ruslið. Við sorphirðu fyrirtæki og svo erum við búin að byggja til leiðin út frá því, út frá einhverjum algoritma sem við byggum til. En hvað þýðir það? Það þýðir það að sorphirðun var ákveðið út frá ákveðnum tímabili. Hún er ekki ákveðið út frá því hvernig gögnin eða sorpið er á hverjum tíma. Með því að setja skynjara í sorptunnurnar okkar, þá getum við tæmt sorpið þegar þess þarf. Til dæmis heima hjá mér, þá er ég búin að vera með fulla ruslatunnu í 5 daga og ég fæ ekki tæmingu fyrir í næstu viku. Þetta gerist annað slagið þegar það er eitthvað mikið að gera heima hjá mér og ég var mjög ánægður ef ég gæti fengið tæminguna þá þarf að halda. Það sem gerist þá líka, þá gætum við bætt akstur sorphirðunar til muna. Önnur skýring getur verið aukin framleiðni og þá erum við að horfa á það, við erum ekki endilega að bæta tekjur, við erum líka að lækka kostnað. Við erum að gera hlutina betur. Við hjá Vodafone erum búin að vera með auglýsingaherferð í gangi kjötkompanið og sem var áhugaverð saga. Það sem hann sagði okkur að Matvælaeftirlitið myndi krefast þess að hann myndi lesa af hitastigi kæluna á hverjum einasta degi. Hann þurfti að labba milli kæluna, skrifa niður tölur og senda þær í pósti til Matvælaeftirlits. Við fórum og tengdum skápinn hjá honum og hann færði þessar upplýsingar sendir í pósti á hverjum einasta degi og hann bara sendir það áfram. Þannig er hann farin að nýta tíma sem betur til að gera hlutina sem hann er bestur í. Að tengja tæki, þetta er nýsköpunin sjálfur sér. En það er ekki alveg það sem ég á við. Að tengja tæki færir okkur getuna til að taka náttúrulega betra ákvarðanir og getuna til að búa til nýjar viðskipta ákvarðanir. Við getum búið til nýjar tekjuleiðir. Og það er kannski gullið í þessu. Þegar við tökum ákvarðanir sem færir okkur breyttar áherslur. Ég talaði bílaleigun áðan. Ef bílaleigan er búin að tengja bílinn sinn og fara upplýsingur reksturinn og hann er að bæta, það fyrir alltaf með skoðun á réttum tíma, það smyr hann á réttum tíma, það veit upplýsingur hvort hann fengi að högga á sig og hvernig hann er ekið, að bremsa, harkalós og framvegis, þá getur það búið til ákveðið heilsufarsvottorð yfir bílinn. Þegar það fer að svo selur bílinn, þá getur það látið fylgja með og þannig vitum við betur hvernig bílnum hefur ekið og er kannski tilbúin til að greiða hærra verð. Og þannig er að tengja tæki þarf að búa til nýja leiðir fyrir bílaleiguna. Annar punktur sem ég langaði að nefna, það er framboð og eftirspurn. Og ég er búin að minnast á þessa tengdu bíla í dag og það er ekki ástæðulausu. Í dag er flesti bílar sem seldir árið 2017 með tengingu í sér eða möguleika á að vera tengdir. 80% bíla á Íslandi hafa sent SIM-kort í sér. Það er 2017 módelið. Eingöngu þarf að virkja tenginguna til þess að fá þjónustuna sem bílaframleiðandinn er að gera. Það þýðir að bílaframleiðendur í heiminum í dag hafa tekið ákvörðun það að selja tengda bíla. Þannig að við höfum ekkert endilega val. Ef framleiðandinn ákveður það að hann ætli bara að framleiða tengd tæki, þá þurfum við að taka inn til okkar og við þurfum að mæta þessari kröfum. Þetta er ákveðin vagn sem við þurfum bara að hlaupa á eftir. En á hinn bóginn að þá er eftirspurn punktur sem við getum hins vegar sjálf stjórnað. Og eftir því sem við fræðumst betur snjalltækni og upplifum þetta á heimilinu okkar að við höfum séð snjall kaffikunnu, snjall hátalara og svo framvegis, að þá fyrir við að gera meiri kröfur. Á vinnustaðnum til dæmis, þá getum við gert kröfur það að fá kaffivélina og að snjalltækja hana. Af hverju kemur söluaðili kaffivélina ekki með kaffi til okkar þegar þess þarf, eða mjólkurtöftið? Af hverju erum við að ræða það í vinnunni hver á panta kaffið eða bolla og svo framvegis? Þetta er lausn við tilbúin í dag og er verið að selja á hverjum degi. Lagabreytingar er einn annar punktur sem langar að nefnast. Evrópusambandið gerði reglubreytingu fyrir 3 mánuðum síðan ef mann á rétt, það að það skildi setja snjallmæla á hvert heimili innan sinna ríkja.
Það þýðir að framleiðendur þessar ríkja, eða sem ætla að selja snjallmæla, þeir verða að framleiða snjallmæla. Og við sem búum á litla Íslandi, við þurfum ekki endilega að kaupa snjallmælana, en ef framleiðendur ekki framleiða neitt annað, þá munum við á endanum neyðast til þess að taka þátt í þessari menningu. Þannig að þarna er reglugerðarbreytingin að hafa áhrif á okkur. Virðiskeðjan þarf að vera skýr. Við langar aðeins að segja ykkur hérna dæmasögu tengda bílinn. Bílinn er tengdur í gegnum netið, það er eitthvað stýrikerfi sem sér þetta og fer í ákveðið forrit. Og ef við tökum upplýsingar það að húsbíl sem við heyrt sögur af, hann er að ferðamenn á Íslandi, er að keyra hringinn og hann er að keyra inn á vindasvæði. Bílinn vill vera með betri þjónustu og segja, ég ætla að aðvara þig ef þú ferð inn á vindasvæði. Ef það er ekki skýrt, hvernig þau ætla að aðvara ferðamannin, hvort að þessi sjálfvirk sending í bílinn og sé eitthvað viðmót þar, eða starfsmaður sem tekur við þessu gögnum og hefur þá samband við ferðamannin, að þá mun þessi þjónusta ekki virka. Þannig í upphafi verðum við að hugsa alla þessa punkta frá A til Ö. Höfum í huga þessa 6 punkta þegar förum að hönnum IoT-tækni. Það er mikilvægt að huga að öryggi. Snjallmælar til dæmis, ef þú setur SIM-kort í snjallmæli og tekur þá súr og setur í eitthvað annað, að þá veit orkufyrirtæki ekki endilega hvað það að gera. Þannig við þurfum að tryggja öryggið með notkunna og rekstur strax frá upphafi og það er mjög einfalt að gera. Við þurfum líka að huga því hvort lausnin á að vera alþjóðleg. Ef við förum og hönnum lausn sem verður á Íslandi og mun eingöngu vera á Íslandi, þá er það eitt, en ef það er möguleiki að vera alþjóðleg, þá þurfum við að hafa hann í huga með ákveðna lagabreytingar og önnur áhrif sem getur komið fram. Við getum líka hort á það að með því að stilla eitt tæki, þá er hvert tæki með yfir 600 stillingar mögulega. Þannig að mjög tímafrekt að ætla að gera það við hvert tæki. Þannig að við þurfum að átta okkur á því að sjálfvirkni þarf að vera til staðar, ásamt því að við þurfum að ákveða hver ætlar að gera. Ætlum við að gera það sjálf og hvernig ætlum við að gera það. Ef við bætum við milliaðila í þessu ferli, og þá tekur þetta lengri tíma. Það er samskipti sem við komum inn í þetta, sem við gerum kröfur á annan aðila og hann mun þá stilla tækið. Þannig að allir þessi punktar þurfa að koma saman í heila mynd. Við þurfum einnig að hafa í huga að hvernig við ætlum að haga eftirliti með kerfinu, hvernig það á að verka. Er það sjálfvirkt eða er það manual og hvernig á ferilinn að vera. Að lokum þá er náttúrulega kannski líka áhugavert að horfa á það að kostnaðarstjórnun er gríðarlega mikilvæg því flestir sem við höfum rætt við hafa áhuga að gera á kostnaði. Með því að hafa skýrt í upphafi hvernig tengdatækið á að haga sér, hver kostnaðurinn á bak við það og hvar það á að vera, þá er þetta að stýra þessu. Að lokum þá langar mig aðeins að nefna hérna þessa mýtur sem við höfum heyrt IoT þegar við höfum verið að tala við fyrirtæki. Tengd tæki þau færa nýtt virði. 18% viðskiptavina á Vodafone náðu hagræðingu strax í upphafi með því að tengja tækin. En ekki bara það, þá náðu einnig að finna nýjar tekjuleiðir. 50% viðskiptavina okkar náðu fjárfestingu sinni tilbaka á fyrsta ári. Margir segja sér oft dýrt að byrja. Ég held hins vegar að það sé frekar að menn hafi komast að þessari niðurstöðu án þess að kanna málið á réttan hátt. Það er því mikilvægt að leita ráða sérfræðinga og að leita ráða aftur, af því að hlutinni fljótur að breytast, eins og Kjartan mun kannski koma inn á aðeins betur á eftir. Tæknilega áhrif lausnarinnar er eitthvað sem allir þurfa að spyrja sig að. Ég hins vegar svona velti fyrir mér að fyrir 10 árum síðan þá voru fólk að byrja að nota snjallsíma. Það kunni enginn á snjallsíma, við kunnum á þetta í dag. Þessi tækni, við höfum sérfræðinga sem sjáum það eins og allt annað í rekstur okkar. Þetta snýst það að finna virðið og hvernig láta það vinna fyrir okkur. Við þurfum að finna út úr því hvernig gögnin okkur eru, hvernig við stýrum þau og ákvarða öryggi út frá því. Ef við erum með viðkvæm gögn, þá getum við sett öryggi þannig að það hefur engin áhrif. Sambandsleysið, það er næsti punktur sem ég ætla að koma inn á, en ég er kannski bara að spá að lefa Kjartani að taka við bara. Hann á ansi góða sögu með það. Ég þakka fyrir mig. Já, takk fyrir Ingi. Ég ætla að taka við og aðeins að taka annan vinkil á þetta, aðeins tæknilegri og
fara að tala eins nýja tækni sem að er kölluð Narrowband IoT og svona eins og Ingi var að tala áðan, hún er svona lág orku, þetta er svona þráðlaust lág orku fjarskiptakerfi og má segja lág gagna með hvernig farsímatæknin er í dag líka og mér langar aðeins að tala þetta vegna þess að við teljum að þetta sé svolítið hluti af framtíð tengdra tækja og þetta er svolítið undanfari í raun og veru 5. kynslóðarinnar og ég ætla að tala þessa narrowbandtækni, hvernig hún er í samanburði við aðra tækni sem er á markaðnum. Það er til önnur svona lág orkutækni í dag. Hvernig mun þetta nýtast okkur? Ég er með eitt svona use case sem að Vodafone hefur gert í samvinnu við Huawei á Spáni og svo er ég með létta tilkynningu í lokin og svo fer ég svona yfir þetta á eftir. Hvað er Narrowband IoT? Þetta er svona, við getum sagt, tækni, ný fjarskiptatækni sem að nýtir sér farsímakerfin eins og þau eru í dag en hefur þó allt aðra eiginleika. Og kostirnir, og þessir eiginleikar eru mikil útbreiðsla, bæði bara í fjarlægðum og líka gegnum veggi og svoleiðis og mjög lítil orkunotkun, þannig að tækin sem að nota þessa tækni, þau geta verið með batteríum sem að endast í, að minnstakosti 10 ár og menn er að tala upp í 15-17 ár. Og það býr til nýja möguleika með við það sem að við höfum í dag í kerfunum. Þessi Narrowband IoT-tækni, hún er líka að nota leyfisskyldu tíðnir farsímagerans. Það er að segja, þetta er ekki á opnum tíðnum sem að margir geta notað og það getur valdið truflunum að vera með opnar tíðnir. En það sem að kannski skiptir mestu máli er að þetta hentar mjög vel talsvert stórun hluta af þessum tengda tækja heimi og framtíð þess og mér langar aðeins að útskýra þetta. Þetta er bara létt mynd sem sýnir að þetta er svona narrowband, þetta tekur mjög lítið tíðniband og það er hægt að koma þessu fyrir til dæmis á, sem að hljómar mjög spennandi, þessu gardbandi. Það er svona smá pláss á milli tíðnibanda í 4. kynslóðinni sem að hægt er að koma þessu fyrir á og nýta þannig núverandi tíðnibönd. Hérna eru svona helstu kostirnir, ég hef svona byrjaður að nefna þetta. Batteritíminn er gríðarlega mikilvægt atriði að geta verið með tæki einhvers staðar upp á fjalli eða ofan í einhverjum kjallara eða göngum eða svo framvegis og þurfi ekki að tengja það í rafmagn og geta notað það í 10-15 ár. Þetta er eiginlega hálfgerð bylting. Þetta dregur miklu betur heldur en önnur fjarskiptatækni. Þessi þekkta farsímatækni í dag. Menn er að tala 20 decibel og það þýðir að ná ofan í kjallara, jafnvel fleiri en eina hæð ofan í kjallara og getur orðið mögulegt með þessari tækni. Nú svo er annað sem að tengist aðeins við 5. kynslóðarkerfin að með þessum staðli, þetta er opinn staðall sem er nýbúið að gefa út af 3GPP. 3GPP er staðlaráðið sem að gefur út alla farsíma staðlana, 3G og 4G og svo framvegis. Að þessi tækni getur ráðið við rosalegan fjölda af tækjum í einu. Og það er kostur sem að núverandi farsímakerfi ráða ekki eins vel við. En Narrowband IoT getur, við erum að tala til dæmis 50.000 tæki á einni sellu. Einum hluta af sendi. Nú, það sem er kostur fyrir fjarskiptafyrirtækin er að það er auðvelt að innleiða þetta. Það er hægt að byggja þetta ofan á núverandi senda og þess vegna ætti að vera tiltölulega auðvelt að
innleiða þetta. Nú, og svo annar mjög mikilvægur kostur sem að líka svona stór hluti af ástæðinu fyrir við teljum að þetta verði ofan á að þetta eru opnir staðlar og sem sagt, kostnaðurinn fyrir þennan tengimöguleika í hvaða tæki sem hann verður mjög lítill. Þannig að þú átt að geta tengt snjallmælinn eða vökunarkerfið þitt eða hvaða nú sem sem þú ætlar að tengja fyrir mjög lítinn kostnað og þess vegna erum við alveg vissum að þetta verður svolítið útbreitt. Hérna svona smá samanburður á tæknum. Við erum með uppi svona mismunandi tækni. Ég tala bara farsíma, þessa hefðbundnu farsímatækni GSM og 4G sem hefur auðvitað ýmsa kosti en sú tækni hún ekki með þessa batteríendingu og útbreiðslu á sama leveli og narrabandið gerir. Við erum með aðra svona low power wide area tækni, lágorku tækni, en þessi LoRa og Sigfox, báðar tæknindar að einhverjum hluta eða stórum hluta ekki opnir staðlar, þannig að þarna í keðjunni svona einokunar aðstæða fyrirtækja sem að verður til þess að unitkostnaðurinn í tækjunum verður alltaf dýr og það til viðbótar að þá ókostur í þessum tæknum að þetta ekki að keyra á leyfisskyldum tíðnum heldur á opnum tíðnum. Nú, hvað getum við notað þetta í? Það nú ýmislegt og Ingi talaði ýmsa hluti áðan sem að hægt vera að tengja. Hérna eru nokkrar hugmyndir. Ég ætla nú ekki að fara í gegnum þær allar en maður sér tækifæri á Íslandi í þessu út allt, í alls konar hlutum og ég hef mikla trú á þessu. Ég held að við vorum með litla ráðstefnu daginn eða morgunverðarfundum fyrir heilbrigðisgerann. Það mikill áhugi á að snjall og væða heilbrigðisgerann til að ná meira svona efficiency í kerfið og ég hef alla trú á að það geti gerst. Þessi tækni hentar vel fyrir það að geta náð inn í kjallara og gegnum þykka veggi og tengt alls konar tæki. Svo datt með þetta í hug. Gamla góða boðtækið gæti fengið endurnýjun lífdaga. Ég sýndi sér sá Ólaf Tómasson inni í horninu og gott eða var ekki á tímum hans sem að Póstur og Sími gangsetti boðkerfið á sínum tíma. Það orðið svolítið síðan, en það voru margir sem að söknuðu þessa kerfis þegar það var slökkt. Því að það hafði svolítið þessa eiginleika með að draga mjög langt og í gegnum veggi og var til dæmis notað í heilbrigðisgeranum heilmikið. Og maður geti ímyndað sér einhvers konar sambærileg tæki þegar að þessi tækni verður komin á markaðinn á Íslandi. Nú, við njótum góðs af því hjá Vodafone að vera að vinna mikið með Vodafone Group sem ákveðin frumkvöðl á þessu sviði og saman með framleiðandanum á farsímakerfunum okkar Huawei, þá hafa þeir verið að prófa þessa tækni á ýmsum stöðum og þeir nýbúin að tilkynna að þeir eru komin í lofti með bara kommersial kerfi á Spáni og mér langar að sýna ykkur eitt stutt vídeó sem að fer í gegnum dæmi hvernig við getum nýtt þessa tækni. Aguas de Valencia is a company that manages the complete water cycle with headquarters in the province of Valencia. It is present in a further 11 regions in Spain and in countries throughout Latin America, Africa and Asia. Innovation is critical in our company as we consider it a fundamental pillar for more efficient operations. We use automated meter reading and our goal is to continually improve the service so it is more agile and provides customers with more benefits. The Aguas de Valencia Group manages 1,100,000 meters, including more than 600,000 automated meter reading devices.
Communication is essential, and technology allows us to read meters 24 times a day. Until now, meter reading technology has been proprietary and required the installation of our own infrastructure. The goal is to have a communications technology that allows us to implement the meter reading solutions without having to install our own communications infrastructure. Nuestra propia infraestructura de comunicaciones. We knew that Vodafone was developing narrowband IoT technology. It was a good match with our work methodology, and this fact led us to agree to a trial to define an operating model for the future. The most important aspect of the trial was to identify locations where it's harder for a signal to reach, such as meter rooms in basements with little or no coverage, meter boxes below ground, and recessed niches with metal covers that block the signal. We found locations with all these issues in the village of Moncada, so we decided to perform the trial there. So far, the results have been very promising, as the signal has been able to reach its destination without any issues in all of the locations tested. If Narrowband IoT becomes a standard, we'll be able to outsource communications to a telecom carrier that guarantees data quality and security. Meter manufacturers will be able to integrate the solution in their devices. The useful life of a meter is about 10 years, aligned with battery life that this technology will be able to provide. Narrowband IoT will allow us to perform large-scale rollouts very easily and to implement it for water supplies both nationally and internationally. Já, takk fyrir þetta. Ég held að þetta vídeo sýndi að svona aðeins eiginleika þessara tækni, að hún hefur ótrúlega góða drægni og býr til nýja möguleika til þess að veita lausnir og áreiðanlega lausnir þar sem að þú ert með tæki sem að þurfa ekki að vera tengd í rafmagn, heldur nýta svona batteri sem að endist í langan tíma. Hvað erum við að gera hérna á Íslandi í Narrowband IoT? Við höfum verið að eyða svolítið púðri í að kynna okkur tæknina og við erum í góðu samstarfi við Vodafone Group sem frumkvöðull á þessu sviði. Við teljum að þetta hendi í íslenskum aðstæðum vegna þess að drægni kerfisins mikil, bæði gegnum veggi niður í kjallara. Við vitum það öll að hér eru húsin vel byggð, þykkir steinsteyptir veggir og svo framvegis, og þetta hendar þessna gríðarlega vel umfram aðra tækni til þess að komast inn í húsin okkar. En líka þetta í dreifbýli, við erum með stórt land og dreifingin góð. Það mikið tækifæri eins og Ingi fór yfir til þess að auka framleiðni og bæta þjónustu. Við erum í góðri stöðu til þess að NB-IoT væða landið, að bjóða upp á þessa tækni með því að nýta núverandi dreifikerfi í farsíma og byggja á það. Það alveg klárt í okkar huga að þessi tækni, hún verður hluti af þessum internettækjana heimi í náinni framtíð og við verum engin undantekning á því hérna á Íslandi. Þannig að ég býð ykkur bara velkomin í þann heim og við erum búin að skrifa undir viljayfirlýsingu með Huawei að gera tilraunaverkefni á afmörkuðu svæði á Íslandi með Narrowband og ég bara hvet alla sem eru áhugasamir að kynna sér tæknina og hugsanlega vera með í þessum prófunum með sínar þarfir að hafa samband við okkur. En örstutt í lokin, þetta sem sagt bara stöðluð og opin, lág orku og lág gagna tækni. Búnaðurinn verður ódýr til þess að sem að þarf í hinn ýmsu tæki til þess að tengjast. Batteríendingin löng, ótrúleg drægni, ræðum mikinn fjölda tengdra tækja og þetta mun
mastera ákveðin hluta IoT heimsins, þann sem að þarf að komast í kjallara og mikla dreifingu, en ekki kannski þann sem að þarf mikinn gagnaflutning eða algjörum millisekundu rauntíma. Þetta ekki þannig kerfi. En þetta þessi ákveðin hluti og við ætlum að vera með þetta tilraunaverkefni og bara endilega þeir sem hafa áhuga hafa samband. Kæra þakkir. Við þökkum þeim fyrir þetta og nú skulum við nota alla 5 mínútur í spurningar, eða ekki? Jú. Hérna, hver ætlar að fyrstur? Skýrt. Já. Já, öryggis svona auðkenningin í þessu kerfi, hún nýtir núverandi öryggisauðkenningu í 4. kynslóðinni, þannig að það sama auðkenningar aðferðir sem eru mjög sterkar í 4G og nota SIM-kort og SIM-authentication í því. Ég get bætt við þetta að við getum öryggistæknin sem við höfum í M2M-tækni eða IoT-tækni, þeir eru talsvert fleiri en við höfum á hefðbundnu farsímakerfi. Við getum skilgreint til dæmis öryggi út frá hegðun, þannig að ef tækið að tala á nýjan hátt, annan hátt eða öðruvísi, sambandi og mikið af samskiptum og lítið, þá getum við brugðist við sjálfkrafa. Þannig að öryggiskröfur innan IoT eru talsvert meiri og ég get raunin að halda annan fyrirlestur eingöngum öryggi, en við kannski getum tekið spjall líka það. Eitthvað fleira? Já, Hrafnkell. Það er að heyra ræknina og svona hvaða parametrar eru það varðandi gagnamagn? Já. Áverðvænt eða? Gagnamagnið, það er svona píkar í svona 30 kilobitum á sekundu, en þetta er ekki sem sagt svona full duplex kerfið, þannig að það er ekki þetta vera með símtöl eða samtöl þar sem að báðir geta talað í einu eins og í farsímakerfunum. Það er semst bara önnur áttin í einu. Það er hins vegar verið að nota sitthvora tíðnina fyrir uplink og downlink. Landfræðileg drægni ég held að ég ekki með nákvæma tölu á því, en ég held að miðað við að þetta sé 20 decibelum betra heldur en það sem að GSM-ið getur í dag, að þá er það ansi drjúg lengd svona í sjónlínu allavega. Það tala að þú getur margfaldað núverandi drægni með 7. En við bara komumst nánar að því við prófum okkar í ár.